Góðan daginn, þetta Salvör og nú ætlum ég aðeins að fjalla netglósur, hvernig við getum notað ýmis svona veföpp til þess að taka glósur og hvernig það breytir vinnubrögðum okkar. Og ég ætla fyrst að byrja að kynna fyrir þér svona ákveðið líkan sem að margir nota til að lýsa því hvernig tæknin heldur innrið sína í starf okkar og þetta hefur verið kallað á ensku SAMR eða Substitution, Augmentation, Modification and Redefinition. Við gætum kallað þetta á íslensku og sumir gera það svanlíkanið. Þarna skýringamynd á þessari glæru og skýringamyndinni sérðu að það að menn fara út að haf, hvernig tæknin breytir tæknin að nota eitthvað annað heldur en eitthvað verkfæri eins og bát. Það breytir því að við komumst áfram á hafinu í staðinn fyrir að synda. Skrefið ef að tæknin hefur eitthvað viðbót og gerir eitthvað öðruvísi, þar að segja við erum ekki í þessari skýringamyndinu ekki á yfirborðinu heldur getum kafað niður. Þriðja stigið, hvernig tæknin hefur breyst, þegar tæknin farin að breyta því hvað við erum að gera. Það frá verkefnið sem var að fara yfirborðið á hafinu orðið allt öðruvís og við erum að gera allt annað. Við erum að skoða kannski það sem á botninum og síðan í fjórða stigið þá erum við alveg búin að endur skilgreina og tæknin breyti að við erum komið með algjörna nýja hluti sem við getum gert. Eins og í þessu tilfelli þá kafbáturinn sýndur hvernig það sem áður var að komast yfirborð á sjónum núna að kafa botninum og ferðast þar og skoða lífríki þar. Það gott að hafa þetta svanlíkan í huga og hvernig verkfærin sem við erum að nota að breyta hvað við erum að gera. Við gerum svona kannski bara smán saman en samt á einu mannsaldri sem oft við talið 30 ár þá hefur þetta breyst alveg gífurlega mikið og við skulum aðeins fara í hvað hefur verið mikilvægt bara seinustu árþúsundin að skrifa glósur og ritmálið mikilvægt og löngu fyrir tíma, við vitum að hvað prentið hafði mikið að segja en það hefur alltaf verið í viðskiptalífinu og í skólum mikilvægt að skrifa. Tækni við að skrifa eins og það var kennt hraðritun, þetta mynd frá hraðritunarnámskeiði sem var í bandarísku skóla eitthvað í kringum 1900, rétt eftir 1900. Það má benda líka á núna að sjálfstæðishetja okkar, Jón Sigurðsson, hann var mikill skrifari og var hann kemur inn á sínu fyrstu tækifæri til að kynna landshögum með því að verða biskup skrifari og þá það mjög mikilvægt að hann að skrifa upp handrit og ýmis gögn, skrifa bréf og skrifa á og útskýra og reyna að lesa út úr gömlum skjölum. Svo kom ný tækni, það að segja að það 1900 þá erum við með þetta tímabil þar sem hraðritun kennd í skólum og mjög mikilvægt fyrir alla sem ætla að vinna á skrifstofum. Einn las fyrir bréfið og annar hraðritaði það. En síðan kemur ný tækni og það ritvélin og segulbandstæki. Ritvélin byrjar að vera ekki vélknúin að vera svo vélknúin og segulbandstækið alltaf vélknúið og þetta breytir því að það þarf ekki lengur þessa hraðritun. Segjum rithöfundur, hann las söguna, rasa hann inn á band með mikrofón og síðan ritari sem að skrifar hann upp eftir hlustar með hlustunartæki og hlustar á upptökuna. Og þetta breytti því líka gaman að ég setti þarna einu svona skrípamynd eða mynd frá 1900, hvernig fólk sá fyrir sér hvernig þetta yrði. Þetta sem spá hvernig árið 2000 kemur til að líta út. Eftir að ritvélin og segulbandstækin hafa komið til söguna þá koma tölvur. Þær gera alla glósugerð og það að skrá niður auðveldara, það auðveldara að breyta og vista og það líka auðveldara að fletta upp og leita í gögnum og senda og taka móti efni og auðveldara að tengja líka við annað efni. Það getum við hugsað eins og internettengla, það að segja gagnaversöfn geta tengt við eitthvað sem ekkert endilega geymt á sama stað. Og það líka auðveldara að vinna með gögn á ýmsu formi.
að hljóð og myndir og svo verður svona, ég man að mér þótt mikil breyting þegar ég fékk fartölvu í staðan fyrir að vera með borðtölvu, þá skyndilega var ég alltaf í sambandi, ég gat tekið fartölvuna alltaf með mér og það var komið þráðlegt samband, þannig að þetta gerbreytti öllum vinnuaðstæðum. Og það ekkert svo alveg langt síðan. Svo ennþá styttra síðan að þetta breytist og við förum í heim snjalltækjanna. Við erum sem með síma og spjaldtölvur og sem eru tengd internetinu. Það margt sem hefur breyst með þeim tækjum. Við getum velti fyrir okkur hvernig við breyta líka, hvernig við skrásetjum umhverfi okkar og skrásetjum námið og höldum utan námið. Gerum það sem við köllum að taka glósur í gamla daga. En við erum alltaf í sambandi, eiginlega alltaf, eða flestir eru alltaf með tækið með sér. Það nýjustu tækin geta tekið upp tal og við getum líka verið með svona forrit sem geta greint talið. Og til dæmis breytt talinu í texta og það bara mjög einfalt að gera á símanum ykkar og þetta app sem ég ætla að fara í svona annar upptöku einmitt þannig, þetta Google Keep. Nú, það einkennir líka þessi snjalltæki, nú erum við inntaks- og úttaks-tækin, inntaks-tækin eru öðruvísi, þau eru ekki lengur lyklaborðið sem einkenndi þegar við erum á tímum borðtölvana og fartölvana, heldur við erum með snertiskjái núna og við stýrum þessu alltaf meira og meira með röddinni. Og ég veit að þeir eru kannski ekki byrjuð að gera það en það eru svona spár sem segja að við munum gera það eftir þessum tíma líða fram og það hjálpar auðvitað mjög mörgum sem hefur erfitt ýmsar hluta vegna með að skrifa og það náttúrulega auðvitað frekar erfitt að skrifa, eiginlega erum við alltaf að benda bara og pikka eitthvað. Þannig að þetta breytir því líka, við erum að tjá okkur eiginlega með að smetla á myndir. Þannig að það uppsetning á öllu sem á snjalltækjum verður að vera miðuð við það að fólk á erfitt með að skrifa mikið inn. Þessi nýju tæki, þau gera mjög auðvelt að gera ýmislegt, að greina ýmislegt og taka ýmsar upplýsingar úr umhverfinu, svo sem að taka myndir eins og ljósmyndir bara því sem umhverfinu og taka hreyfimyndir af vídeó. En líka fleygir fram einhverju sem svona, kannski heitir svona deep learning eða einhverju sem að vélarnar eða appin geta gert margt meira, gert eitthvað sem við þurftum að gera í fortíðinni. Eins og til þess greint það sem á myndum, greint talið og síðan erum við það eiginlega orðið svo samofið í vinnu okkar núna, við gerum fastlega ráð fyrir það séu svona upp sem að hjálpa okkur að koma upp á stungur og leiðrétta okkur og ráðleggja okkur. Og þetta svona sem dæmi ef við sláum með eitthvað vittlaust í leitavél, þá gerum við ráð fyrir því að það kom upp á stungur hvað við virkilega myndum. Ef við erum í fyrsta skipti að skrá okkur inn á eitthvað, það kom eitthvað svona valkostur, auðveld leið, gert ráð fyrir og þetta svona líka hefur svona hjálpar kokka eins og Siri og stafsetningarleiðréttingarforrit sem að tekur mið af okkur og lærir á okkur og vinnur með okkur. Við erum farin að gera ráð fyrir að vinna í svoleiðis heimi. Hvaða áhrif setti ég glósur? Ég læt ykkur svo fá bara slóðin á þessa glærur og þau getið skoðað tengingu í vídeó nokkur upp. En ég ætla ekki að spila það neitt núna. Nokkur upp til að taka glósur. 10 upp farið í þarna. Svona aðeins til að kynna þetta. Hvaða áhrif þessi breytti veruleiki á því hvernig við tökum glósur? Það ekkert lengra síðan ég var í háskóla, þá var maður alveg við á hlusta á kennarann til þess að þurfa ekki að lesa kennslubókina, það var einhverju framandi tungumálum og maður reyndi að endurrita og afrita það sem kennarinn sagði. En það kannski ekki svo ofsalega mikið atriði í dag, við höfum svo mörg önnur aðra möguleika til endurrit og afrit. Þannig að það má hugsanlega segja, kannski getið þið bætt þarna við, en ég setti þarna nokkra hluti sem að glósur í dag gera fyrir okkur þegar við erum að taka minnispunkta eða eitthvað að skipuleggja vinnu okkar. Það haldið þannig námsferlið og skipuleggja vinnu okkar og tíma okkar. En það gera líka mörg af þessu glósuöppum, það gera okkur kleift að vinna með öðrum. Það að segja að við getum búið til einhverja glósu, það sem að ég hef aðgangað og sagt svo Siggi vinur minn, hann hefur líka aðgangaði og svo framvegis. Við getum gert minnislist og haldið þetta með það og tengt það við dagatalið
og skráð minnisatriði og við getum við ýmiss konar hugmyndavinnu og verkefnavinnu. Og hér eru nokkur app til að taka glósur. Það app sem ég bendi ykkur á að skoða vegna þess að við höfum svo ofboðslega góðan aðgang að því. Það Keep frá Google Keep. Það mjög einfalt og mjög aðgengilegt og vinnur vel með bæði Google-verkfærum og öðru. Og svo líka bendi ég á OneNote sem vist aðeins flóknara en það mjög vel samhæft við Office 365. En getur kannski gert aðeins meira líka heldur en Keep. En Keep mjög fínt byrjunarverkfæri. Ákaflega vinsældir og búið að vera lengi á markaðnum og margir notað, sérstaklega háskólanemar, það heitir Evernote og það getur mjög mikið. Ég man ekki hvort það ókeypis en ég held að það sé allavega mjög takmörkuð ókeypis útgáfa. Það líka eitthvað sem mælt með sem heitir Bare Note Taking og Simple Note svona í sama flokki eins og Google Keep. Það svona ágætur fyrsti viðkomustaður fyrir þá sem vilja byrja að taka svona vefglósur. Allar þessar vefglósur eru þannig að þú tekur glósurnar í hvaða tæki sem Þú ert stundum skráðinn á spjaldtölvunni, stundum á símanum, stundum á fartölvunni og svo framvegis. Og þetta á alltaf að líta mjög fínt út og þetta vil að geta skráð á símanum til dæmis. Af því að hugsanlega vildu taka upp smá upptök á símanum með minnispunktum. En svo einnig viðbótaði Paper sem virkar ágætlega vel fyrir þá sem að nota Dropbox. Og svo eitt, það heitir reyndar ekki Gigalabs en það frá Gigalabs og það kostar skjámyndir til hliðar af því verkfæri. Það færi á þessa vefslóð Gigalabs og finnið þið það. En það dýrt, þannig að það ekki kannski aðgengilegt fyrir alla grunnskólanemendur hérna í Íslandi. Og svo nefndi ég bara sem dæmi. 2 svona vefritla og þeir eru fyrir Markdown og ég nota til dæmis mjög mikið það. Og það mjög svona einfalt, svona eiginlega þá svona millibil á milli vefsíðu og textasíðu og frekar einfalt og margir sem í tölvuheiminu nota svona svoleiðis ritla, skrifa bara beint og flest þessi ritla hægt að setja upp þannig að við svona skrifum eitthvað á netinu og svo bara vistast að sjálfkrafa kannski tengist við Google Drive.